Landspítalinn ætti erfitt með að takast á við stórslys ef til þess kæmi að sögn forstöðumanns bráðaþjónustu. Spítalinn er troðfullur og álag á bráðamóttöku er hættulega mikið vegna alvarlegra öndunarfærasýkinga. Hátt í 60 manns hafa látist í illviðrinu mikla sem geisað hefur í Bandaríkjunum síðan fyrir jól. Senn sér þó fyrir endan á vetrarhörkunum því spáð er hlýnandi veðri. Framkvæmdastjóri í ferðaþjónustu segir fyrirtæki sitt hafa tapað 200 milljónum á vegalokunum undanfarna daga. Ófært eða illfært hefur verið víða á Suðvestur- og Suðurlandi. Vegna þrengsla á Grindavíkurvegi þarf lítið til að umferð stöðvist. Fólk streymdi í verslanir í dag á fyrsta opnunardegi eftir jól, mörg til að skila þeim jólagjöfum sem ekki hittu í mark. Til að mynda var flugvél skipt út fyrir risaeðlubát. Frostið sem nýst hefur margan Akureyringinn inn að beini síðustu vikur er ekki öllum bæjarbúum til ama. Uppátækjasamur íbúi hefur búið til ísklífurs aðstöðu í garðinum heima. Komiði sæl. Landspítalinn er troðfullur og álag á bráðamóttökuna er hættulega mikið vegna margra alvarlegra öndunarfærasýkinga. Forstöðumaður bráðaþjónustu segir að spítalinn ætti erfitt með að takast á við stórslys ef til þess kæmi og það sé sérstaklega slæmt í þeirri vetrarfærð sem er allt land. Staðan hjá okkur er bara mjög alvarleg vegna þess að við höfum verið með mikið aðstreymi og jafnt svona undanfarna daga. Og af mjög veiku fólki. Það er mikið af umgangspestum, influensa, svolítið COVID og aðrar öndunarfærasýkingar sem leggjast þungt á fólk og margir þurfa að leggjast inn. Rúmlega 160 leituðu á bráðamóttöku í gær og af þeim þurftu 47 á innlögn að halda en komust ekki af bráðamóttöku vegna plássleysis á spítalanum. Og hvernig komu þessu fólki fyrir? Já, það er bara mjög erfitt. Hluti þess að fólk dvelur ennþá á bráðamóttökunni og það er dæmi það að fólk þurfa að dvelja allt í svona 3 sólarhringa á bráðamóttökunni áður en það kemst inn. Aðrir liggi inn á göngum spítalans. Þannig að spítalinn er orðinn alveg troðfullur núna og bráðamóttökan mjög full og sömuleiðis á gjörgæslunni. Þannig að það er bara mjög erfið staða hjá okkur. Fjöldi innlagna vegna inflúensu hefur aukist mjög undanfarnar 2 vikur miðað við í haust. Síðan í byrjun nóvember hafa innlagnir vegna inflúensu tæplega 5-faldast. Auk inflúensunar er mikið aðrar öndunarfærasýkingar sem allar eru mjög smitandi. Erfitt getur reynst að verjast smiti á spítalanum. Þrátt fyrir grímuskyldu og brýningarorðum, handþvott og allt slíkt þá er erfitt við þess að gera. Þannig að það hafa komið upp faraldrar hér og hvar á deildum spítalans. Svo náttúrulega býr fólk við mjög vondar aðstæður á bráðamóttökunni þar sem við erum með 36-40 stæði en oft á tíðum með 80 til 100 manns inni á hverjum tíma. Þannig að það segir sig sjálft að það er útilokað að viðhalda sóttvörnum þar. Már segir að í færð sem þessari hávetur sé vond tilhugsun að spítalinn geti illa tekist á við stórslys komið það upp. Með gjörgæslurnar fullar og yfirlagnir á legudeildum og proppfulla bráðamóttöku þá ættum við miklum erfiðleikum með að taka á móti stóru slysi. Það segir sig sjálft. Segir Már sem leggur þó áherslu á að fólk leiti til spítalans í bráðatilfellum en til heilsugæslu eða á læknavakt sé þess kostur. Hins vegar leggjum áherslu á það að þeir sem eru með mikil veikindi að þeir komi til okkar og okkar dyr eru alltaf opnar. 56 hafa farist í illviðri og vetrarhörkum í Bandaríkjunum síðustu daga. Verst er ástandi í New York-ríki. Útlit er þó fyrir að veður fari skánandi. Óveðri skall á 21. desember og náði frá Kanada og yfirnær öll Bandaríkin. Verst hefur ástandi verið í New York-ríki. Þar hafa 28 manns farist, flestir í borginni Buffalo. Those that are deceased actually on streets in our community who were trying to walk out during storm conditions got disoriented and passed away out in the street to retrieve fatalities. Milljónir manna öll Bandaríkin hafa verið án rafmagns og fólk hefur dáið úr kulda heima hjá sér. Staðfest að 56 hafa farist á landsvísu en óttast að fleiri hafi ekki lifað hamfarirnar af.
Forgangsverkefni í Buffalo að koma rafmagni á, ryðja vegi og ganga hús úr húsi og bíl úr bíl til að kanna aðstæður fólks. Hríðarbylurinn varði í 37 tíma sem þykir sögulegt á þeim slóðum. Spáð hlýnandi veðri á næstu dögum, þó enn varað við að vera á ferðinni. Sums staðar í New York ríki akstursbann í gildi. That is because we still have scores and scores of vehicles that were abandoned when people left during the storm or just in a ditch they can't possibly get out. Snjókoman hefur verið mikil og frostið alltaf 50 gráður. Á þessum myndum má sjá ísilagt Michigan-vatn. Í Norður Karolínu voru ár frostnar. Margir ferðast jólin og hafa samgöngur verið í lamasessi. 15.000 flugferðum hefur verið frestað. A flight on Wednesday to get out, so we have a little while, and we had to completely change our plans to go to Indiana. 8-hour drive back to Vegas. Let's go. Grindavíkurvegur var lokaður í hátt í 11 klukkustundir í nótt og morgun vegna ófærðar. Framkvæmdastjóri hjá Bláa lóninu segir vegrið sem þrengja veginn gera aðstæður erfiðar. Loka hefur þurft lóninu í 3 af síðustu 10 dögum. Veturinn hefur haldið áfram að minna á sig með tilheyrandi fannfergi og ófærð. Í gærkvöldi var stórum hluta Suðurlandsvega lokað eða milli Hvolsvallar og Kirkjubæjarklausturs og vegarkafli milli Víkur og Kirkjubæjarklausturs var lokaður til klukkan 6 í kvöld. Hellisheiði, Þrengsli og Suðurstrandavegur lokuðust tíma í dag. Á miðnætti var svo Grindavíkurvegi lokað vegna blindu og ófærðar. Klukkan rúmlega 10 og við erum hérna við Grindavíkur afleggjaran. Vegurinn lokaður. Það hleypt á hann svona í hollum og þá bara umferð í aðra áttina og þess vegna safnast bílar hérna upp og bíða eftir að komast til Grindavíkur. Blásarinn á leiðinni hér upp og þetta svona kannski klukkutími, 1,5 þannig að geti farið að opna. Þannig það verið að fylgja bílum hérna í hollum eftir veginum? Já, 50-60 bílum sem safnast þetta fyrir bara stuttu tíma. Ég að reyna að komast í vinnu. Ég sé að þú ert aldrei vel búinn. Hvað hérna í sætinu við hliðina á þér? Ég með hlý föt og skóflu og við öllu búin bara. So you have been here often, like waiting to get to your workplace in Blue Lagoon? Yes. Yeah. So you have had good practice? Yeah. Yeah, it is. Klukkan 10:30 var vegurinn opnaður, svo það listist fljótt úr bílaflækjuna og gatnamótunum. Líkt og víða land hefur snjó kyngt niður í Grindavík og blásið hefur í skafla. Það hefur snjóað svo mikið í Grindavík að bæjaryfirvöld í vandræðum með allan snjóinn og veit ekki alveg hvernig að losa sig við hann, en nú hafa það ákveðið að grípa til sinna ráða. Hver vörubíllinn á fætur öðrum smekkfullur af snjó ekur að höfninni og lætur skaflinn gossa í sjóinn. Frá Grindavíkurvegi liggur Norðurljósavegur að Bláa lóninu. Þar sátu 2 bílar fastir á veginum. Já, þetta búið að vera mjög krefjandi tími. Við erum búin að vera með lokaði 3 daga af þessum 10, þar að segja í Bláa lónið. Það eitthvað sem við bara þekkjum ekki og munum ekki eftir á síðustu árum. Grindavíkurvegur lokast yfirleitt á svipum stað skömm eftir að ekið af Reykjanesbraut og áður en komið að afleggjaranum í Bláa lónið. Þar eru vegrið beggja vegna og vegurinn mjór. Þar safnast snjórinn í myndarskafl og ógerningur fyrir bíla að komast fram úr bíl sem festir sig. Já, þessi vegrið voru þetta sett upp til að þjóna ákveðnu tilgangi en í svona aðstæðum þetta mjög erfitt og erfitt viðfangs. Ég ætla nú ekki að hafa sérstakar skoðun á því hvernig best að haga vegriðum eða öðrum öryggisþáttum í kringum veginni. Það vegagerðin sem gerir það en auðvitað í svona miklum snjó og þegar að skefur marga daga þá getur vel verið þetta verið til trafala en þetta var nú sett upp á sínum tíma að gefnu tilöpu vegna þess að það var mikið slysahætta á veginum. Daglega sækja þúsundir í Bláa lóni. Forsvarsmenn lónsins hafa kallað eftir að vegagerðin verði sneggri í að ryðja vegi og duglegri að upplýsa hvenær verði opnað á ný. Og það þarf ekki mikið til að vandræði skapist á Grindavíkurvegi. Þegar fréttastofu var á leið úr Grindavík lokaðist afleggjarinn á ný í aðra áttina í það bil hálftíma þegar rúta full af ferðamönnum lenti í vandræðum. Ákveðið var að kalla eftir annarri rútu sem tók við farþegunum og kom þeim á áfangastað. Hinni rútunum var svo aukið á stað og þannig losnaði stíflan. Ferðaþjónustufyrirtæki hafa tapað stórfé vegna afbókana í ófærð síðustu daga. Maður sem starfar í ferðaþjónustu kallar eftir því að vegum sé lokað fyrr og meira púður fari í mokstur.
Það óhætt að segja að snjó hafi kyngt niður síðustu daga og vikur, sér í lagi á sunnanverðu landinu og hafa ófærð og vegalokanir verið í takt við það. Ferðaþjónustan hefur ekki farið varhluta af því. Við höfum verið að aflýsa ferðum næstuði upp á dag núna í 2 vikur. Ferðir sem voru fullbókaði fyrir mánuðum eða vikum síðan. Jóhann segir að dagarnir í kringum hátíðirnar séu þeir allra stærstu á árinu og fjárhagslegt tjón því mikið. Ég myndi áætla að afbókanir séu rétt rúmlega 200 milljónir. Afbókanir vegna veður segir Jóhann hluta af rekstri ferðaþjónustufyrirtækis og segir hann aldrei lagt af stað séu vegir lokaðir. Greinargóðar upplýsingar þurfi hins vegar til að geta gert ráðstafanir í tæka tíð, en þær skorti frá vegagerðinni. Þegar hringvegurinn búinn að vera lokaður núna í 4 daga og eitthvað af þessum dögum veðrið búinn að vera bara fínt, að það gerir þetta ennþá erfiðara og erfiðara að spá fyrir líka. Og það sagt klukkutími og svo endar gerist stundum eitthvað og stundum ekki neitt. Fastir bílar á vegum úti hafa reynst vandamál í snjómokstri og orðið til tafa við að opna vegi. Jóhann kallar eftir að vegagerðin loki vegum fyrr svo hægt sé að ryðja leiðina strax og veðri slotar. Að veginni sé haldið opnum eins og hægt en þegar þeir sjá fram að það sé ekki hægt að halda honum opnum, að loka áður en bílar komast í vandræði. En finnst þið það ekki nógu mikið púður lagt í að moka? Nei. Og áfram af veðri, gul viðvörun verður í gildi á Suðausturlandi og Austfjörðum frá því í fyrramálið og fram á fimmtudag, annars spáð norðaustanátt á landinu, víða 8 til 15 metrar eftir hádegi en 15 til 23 suðaustanlands og á Austfjörðum. Snjókoma austan til á landinu, él norðanlands fara með til degi en annars bjart með köflum. Áfram kalt í veðri, Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum fréttum og íþróttum. Sólarhringsopnun verður í neyðarskýlunum á Grandagarði og Lindargötu í það minnsta til og með 1. janúar. Þetta var ákveðið að fundi neyðarstjórnar velferðarsviðs Reykjavíkurborgar í dag. Konukot, neyðarskýli fyrir konur, verður einnig opið utan opnunartíma skjólsins. Skjólið opið hús fyrir konur sem hjálparstarf kirkjunnar rekur, sem opið á milli 10 og 3 á virkum dögum. Staðan verður endurmetin að morgni 2. janúar. Talsvert hefur verið fjallað flóttamenn og þá sem óska hælis á Íslandi, en við höfum síður beint sjónum að þeim sem hér hljóta skjól. Hvað gerist svo? Kveiksliðar hafa í 7 ár fylgst með 2 fjölskyldum sem var boðið hingað til lands árið 2015. Í Kveikikvöld verður saga þeirra rakin. Ingólfur Bjarni, fæstir kveiksþættir eru 7 ár í vinnslu. Hverju skilaði þessi langtíma skoðun? Já, sem betur verður nú ekki allir 7 ár í vinnslu, það alveg hárrétt hjá þér. Ég held að þessi saga og þessi innsýn sem þetta veitir okkur sé einstök. Þetta gefur okkur innsýn inn í þennan hlutasöguna sem við kannski sjáum ekki. Það að segja hvað gerist þegar þú ert komin í skjól. Þetta líkur sögun ekki þá ferðu kannski úr því að bjarga lífiðinu í að lifa því og það getur auðvitað verið snúið á tungumáli sem þú skilur ekki í menningu sem framandi í veðri sem stórfurðulegt og það langt í burtu frá öllu og öllum sem þú þekkir. Og hvernig hefur þessu fólki vegnað? Eitthvað einfalt svar við því? Ekki einfalt, nei, kannski svona orðið svo rússíbannar gæti alveg lýst í. Þetta náttúrulega 7 ár, það hefur ýmislegt gerst hjá þessum fjölskyldum. Krakkunum kannski heilt yfir vegna betur, þau koma yngri, ná tökum á tungumálun og hverju þeirra verður einhvern veginn svolítið eðlilegt fyrir þau, hraðan en fyrir hinna fullorðna sem eiga kannski líka stundum í erfiðleikum með að horfa á krakkana í sinni bara breytast í Íslendinga. Hjá þessum eldri mjög auðvelt að finna lykilinn að samfélaginu en líka kannski koma upp á yfirborðið minningar á því sem að gekk á í Sýrlandi. Þannig að það mjög margt sem að þarna kemur fram og svona kannski kristallátt á fyrstan hátt í viðtalsbút sem ég komið fyrir ykkur, þar sem viðtal sem við tókum með aðra fjölskylduna í Beirut 2015 og svo viðtal sem við tókum við dótturuna þeirra í sumar. The most important thing is our children future. Our children is the first. Maybe I think in the beginning will be difficult, but when you move with these obstacles, I think everything will be okay. And I will have the chance to a snowball on his face. That will be nice. Það styrkti mig, mér finnst að það styrkti mig, skilur, að þurfa að upplifa bara öll breytingin, missa alla fjölskylduna og þurfa svo að flytja og læra tungumál og
passa inn í bara menningu sem ég hef aldrei séð áður. Þú veist, það svona þroskaði hugun á mér ógeðslega mikið. Og nánar verður fjallað þetta í kveik í kvöld klukkan 7:10. Yfirvöld í Serbíu hafa sent herlið að landamærunum að Kosovo. Vaxandi spenna hefur verið í samskiptum ríkjanna síðustu mánuði og hefur lögreglu verið skipað að búa sig undir vopnuð átök undir stjórn hersins. Serbar segja þetta gert til að tryggja öryggi Serba í Kosovo sem hafa komið upp vegatálmum í norðurhlutanum. Forseti Serbíu sakar Kósova að skipuleggja árásir á Serba sem búa í norður Kosovo. Þeim ásökunum hafa yfirvöld ekki svarað. Þau hafa áður sakað forsetanum að kynda undir ófriði. Što da kažem, mi smo navikli na to, tako da ništa novo, znači to je već godinama tako. Ta tenzija je prisutna, da kažem, 20 godina, tako da mi sasvim normalno živimo. Mislim da neće. Jer naš narod i dalje živi tamo kako živi, nije im lako, ali mislim ipak da neće. Da neće da dozvoli ni predsjednik, ni uopšte taj narod, ni mi ovde. To je najlakše da se rat izvede, to je najlakše. Ali nije rešenje. Ni za te ljude, ni za nas. Nikom nije do ratova. Ekkert varð af samningafundi Eflingar og samtaka atvinnulífsins sem átti að vera í dag. Fundinum var frestað fram yfir áramót en ríkissáttasemjari segir að tíminn fram að næsta fundi verði nýttur til að fara yfir ný gögn. Efling stærsta stéttarfélagið á almennum markaði sem enn á eftir að semja. Á síðasta fundi gerði Efling samtökum atvinnulífsins tilboð skammtímasamning til 14 mánaða sem hljóðaði upp á 60.000 króna taxtahækkanir. Því tilboði var hafnað án þess að SA legði fram gagntilboð. SA segja að samningar sem hafa náðst við önnur félög leggi línurnar í viðræðum við Eflingu. Boðað hefur verið til næsta samningafundar 4. janúar. Fólk tók verslunargleði sína á ný í dag þegar verslunarmiðstöðvar opnuðu aftur eftir hátíðarnar. Mörg voru þó meira í því að skila vörum en að kaupa þær. Ætlar þú að skila einhverjum á jólagjöfum sem þú fékkst? Já, ég ætla að gera það. Og ertu kannski búin að því? Já, ég er búin að því. Og hvaða gjafir voru það? Gjafir sem amma er að gefa mér og maður þarf bara að skila þeim. Hvað var amma að gefa þér? Hún var að gefa mér einhverjum heyrnartól sem voru ekki Apple. Ætlar þú að skila einhverjum jólagjöfum í ár? Já, einni. Og hvað gefið það? Það er Lego. Fyrir strákinn. Og fundið þið eitthvað annað í stað? Já. Fengum ekki að fara úr búðinni fyrr. Það er mjög lítið sem við þurfum að skila. Aðalega breytum einhverja fatastærðir. Þannig að þær hafa svona svolítið hitt í mark í ár, gjafinar? Já, heldur betur. Voruð þið ekki ánægðar með gjafinnar? Jú. Hvað var það sem þurfti að skipta? Það var ekkert mikið sko. Hjá mér var það skópar sem var aðeins svo lítið og ein skál sem ég vildi fá í öðrum lit. Hjá mér var það eitt hálsmenn og svona AirPods hulstur. Þurfti þú að skipta ykkur í jólagjöf í ár? Já. Og hvaða gjöf? Þannig sem ég fekk í jólagjöf frá frænka mínum og frænda. Og hvað var það? Það var flugvél og beinagreinda risalæknin. Og ertu búin að fá eitthvað annað í staði? Já, Lego risalbát. Risaeðlubát, en þá förum við norður. Björgunarsveitarmaður á Akureyri hefur nýtt fimbulkulda síðustu vikna vel og komið upp aðstöðu til að æfa ísklifur heima í garði. Hann segir að þó að uppátækið sé vissulega sérstakt síðan ekki svo eini skrýtni í hverfinu. Innan snævi þakin hús og snjóruðning á Akureyri blasir við ansi tignarlegur turn sem líkist helst fossi í klakaböndum. Við stóðumst ekki mátið og könnuðum hvað í ósköpunum þetta væri. Ég leiti bara slöngu og það er bara slöngu öndi sem ég læt bara setla hægt og rólega niður. Bara mjög lítið einu. Það var þessi geggja spá var daginn, einhver 16 stiga frost í nokkra daga. Það var bara að skrúfa frá. Þetta virkar allt. Það var bara að fóta hérna yfir. Hvernig datt þetta í hug? Af hverju ertu komið með ísklifur út í garð? Ég var á námskeiði og þá var einhver svona umræður aðstöð og þá sagði einhver félagi mín að hann hafði einhvern veginn séð staur með slöngu upp sem var að setla niður og þá var konar svona innebæða ísklifur aðstæður. Svo sleit ég hásinn og hafði alveg nóga tíma til að svona hanga og hugsa. Og allt í hennu var mér litið út í garðinn og ég er með tré og ég á vatn.
Áskell hefur nýtt tíman vel í trénu og stefnan sett á að halda æfingu fyrir félaga í björgunarsveitinni Súlum strax í næstu viku. Nú alltaf fólk að leita einhverju sniðum hugmyndum til að græða á ferðamönnum. Þú ætlar ekki að selja upp á tréð bara? Nei, ég held ekki. Ekki strax allavega. Nei, þetta bara til gaman skert. Hvað segja nágrannarnir við því að sjá þig hérna hangandi upp í tré? Ert þú skrýtni gæinn í götunni? Nei, það er fullt af skrýtnu fólki sem býr hérna, sko. Kastljósið að loknum fréttum og íþróttum og veðri verður á Spari og upprifunarbuxunum í kvöld. Því þar verður stikla á stóru það helsta sem hefur verið til umfjöllunar í þættinum á árinu sem að líða. Og þá næst komið að íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Arsenal bætti í forskot sitt á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta þegar keppni hófst á ný eftir 6 vikna HM-hlé. Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson voru mikilvægir fyrir Magdeburg í síðasta handboltaleik sínum á árinu fyrir liðið. Mikaela Schifrin heldur áfram á sigurbraut í heimsbikarnum í alpagreinum. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við næst að rifja upp helstu atriði frétta. Landspítalinn ætti erfitt með að takast á við stórslys ef til þess kæmi að sögn forstöðumanns bráðaþjónustu. Spítalinn er troðfullur og álag á bráðamóttöku er hættulega mikið vegna alvarlegra öndunarfærasýkinga. Hátt í 60 manns hafa látist í illviðrinu mikla sem geisað hefur í Bandaríkjunum síðan fyrir jól. Senn sér þó fyrir endan á vetrarhörkunum því spáð hlýnandi veðri. Framkvæmdastjóri í ferðaþjónustu segir fyrirtæki sitt hafa tapað 200 milljónum á vegalokunum undanfarna daga. Ófært eða illfært hefur verið víða á Suðvestur- og Suðurlandi vegna þrengsla á Grindavíkurvegi þarf lítið til að umferð stöðvist. Fólk streymdi í verslanir í dag á fyrsta opnunardegi eftir jól. Mörg til að skila þeim jólagjöfum sem ekki hittu í mark. Til að mynda var flugvél skipt út fyrir risaeðlubát. Frostið sem nýst hefur margan akureyringinn inn að beini síðustu vikur er ekki öllum bæjarbúum til ama. Uppátækjasamur akureyringur hefur búið til ísklifurs aðstöðu í garðinum heima. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld. Það eru enga 10 fréttir í sjónvarpi milli jóla og nýárs, en vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl. Árið 2022 er að ljúka. Árið þar sem stríð braust út í Evrópu þegar Rússar réðust inn í Úkraínu. Langstærsta COVID-bylgjan gekk yfir í byrjun árs. Reykjanesskagi myndi aftur á að hann er vaknaður úr dvala með stuttu en fallegu túristakossi. Það er ekki að villast, en rennur hraun hér í Meradölum. Það lék líka allt á reiðiskjálfi í Bretlandi. 2 forsætisráðherrar hrökkluðust frá völdum. Hasta la vista, baby! Og breska þjóðin var harmi slegin þegar Elísabet Englandsdrottning féll frá. Og ýmsar spurningar vöknuðu þegar hluti Íslandsbanka var seldur með afslætti í lokuðu útboði. Það stendur ekki til. Þessar fréttir og margar fleiri í Fréttaannál RÚV. Fréttaannál gamlárskvöld klukkan 21:15 á RÚV. Á RÚV í kvöld. Kveikur er fréttaskýringaþáttur með áherslu á rannsóknarblaðamennsku og almennar fréttaskýringar. Sagan af AHA er norsk heimildamynd pophljómsveitina AHA. Fylgst er með hljómsveitinni á tónleikaferðalagi leið og saga hennar